verðum við bara þetta komið þá. Já, þá var svo komið við sögu að fundur hafi verið settur og búið að tilgreina að hér varu 10 mál á dagskrá og við göngum til fyrsta dagskrármáls, en það er fjárhagsáætlun 2020 til 2023 og það er Björn Ingimarsson bæjarstjóri sem að tekur til máls. Forseti og góðir fundarmenn, fyrir liggur tillaga rammaáætlun fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 sem er grunnur af fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og nefndum sveitarfélagsins verður ætlað að laga sig að í endanlegri áætlanagerð. Helstu þættir eru þessir: rekstrarafkoma A og B hluta samkvæmt fyrirliggjandi áætlun er jákvæð 347 milljónir króna og er í samræmi við samþykkta 3 ára áætlun sem samþykkt var í nóvember 2018. Skatttekjur hækka 277 milljónir króna á milli ára frá áætlun fyrir árið 2019 sem er 7,4% breyting. Áætlað er að fasteignaskattar nemi 454 milljónir króna sem er 10% hækkun frá áætlun 2019. Framlög jöfnunarsjóðs nema 1.421 milljón króna sem er 8,3% hækkun frá áætlun 2019. Áætlun launakostnað fyrir árið 2019 nemur 2.585 milljónum króna en verða 2.660 milljónum króna á árinu 2020 sem gerur 5% hækkun á milli ára. Framlegð í A-hluta er áætluð 670 milljónir króna eða 14,6% og í samstæðu A og B-hluta er framlegð áætluð 1.027 milljónir króna eða 20,4%. Er þessi niðurstaða alveg í samræmi við samþykkta 3 ára áætlun. Ég hef ekki þessa útlistun ekki nánari en vísa til fyrirliggjandi greinargerðar. Áhersla er lögð á að við höldum þeim viðmiðum og markmiðum við höfum sett okkur og unnið samkvæmt. En þau miða því að skila okkur farsælum rekstri til framtíðar. Rammaáætlun fyrir árið 2020 auk 3 ára áætlunar 2021 til 2023 er hér með lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Takk. Og Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu og orðið er þá laust þessa rammaáætlun tilliðnum fjárhagsáætlun 2020 til 2023. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, að þá loka ég mælendaskrá. Já, það kannski fórst nú fyrir að lesa tillöguna, var það ekki, sem slíka. En eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir rammaáætlunina eins og hún liggur fyrir fundinum og vísar henni til vinnu við gerð fjárhagsáætlunar á komandi hausti. Þetta er tillagan, orðið er laust hana ef einhver óskar eftir. Svo er ekki, þá loka ég mælendaskránni og ber tillöguna upp eins og við las hana þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá hefur þessum fyrsta lið verið lokið og við göngum til annars liðar á dagskrá. Það er samþykkt umgengni og þrifnað utan hús í Fljótsdalshreppi, Seyðisfjarðarkaupstað, á Fljótsdalshéraði og í sveitarfélaginu Hornafirði. Hér er lögð fyrir samþykkt umgengni og þrifnað utan hús í Fljótsdalshreppi, Seyðisfjarðarkaupstað, á Fljótsdalshéraði og í sveitarfélaginu Hornafirði. Þetta er önnur umræða. Hún hefur áður hlotið samþykki hér í bæjarstjórn en til að fullnægja örugglega öllum kröfum þá er hún hér lögð fram til annarrar umræðu. Tillaga sem liggur fyrir hljóðar svo: bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi samþykkt fyrir hönd Fljótsdalshéraðs. En orðið er laust undir þessum lið, einhver sem óskar eftir að taka til máls. Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp eins og ég las hana hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið öðrum dagskrárlið. Þriðji liður á dagskrá er samþykkt kattahald og gæludýrahald annarra en hunda í sveitarfélögum og starfsvæði heilbrigðisnefndar Austurlands.
Þannig háttar til að þessi samþykkt hefur komið hér fyrir bæjarstjórn en hún hafði raunar ekki hlotið samþykki í umhverfis- og framkvæmdanefnd og þannig að það er ljóst að með þær athugasemdir sem þar komið fram að þá er trauðla hægt að ætlast til þess að bæjarstjórn taki afstöðu til hennar þannig að eftirfarandi tillaga er lögð fram í málinu. Bæjarstjórn samþykkir að vísa málinu á ný til afgreiðslu hjá umhverfis- og framkvæmdanefnd og það er þá með þá í huga að það sé þá bara klára þær athugasemdir sem þar komið fram og liggi fyrir samþykkt og nefndinni áður en við svo tökum þetta til 2 umræðna í bæjarstjórn. En orðið er laust undir liðnum ef einhver óskar eftir að taka til máls. Það er ekki og þá ber ég tillöguna upp eins og ég las hana þessi samþykki gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Við höfum þá lokið 3. dagskrárlið og höldum yfir í þann 4. Það er samþykkt hundahald í sveitarfélögum og starfsvæði heilbrigðisnefndar Austurlands. Hér háttar nákvæmlega eins til og í 3. lið og þess vegna er samhljóða tillaga lögð fram. Það er að segja bæjarstjórn samþykkir að vísa málinu á ný til afgreiðslu hjá umhverfis- og framkvæmdanefnd. En orðið er laust undir þessum 4. lið ef einhver óskar eftir að taka til máls. Svo er ekki og ég loka þá mælendaskrá og ber tillögun upp eins og ég las hana þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þá, eftir að hafa lokið þessum 4. lið, göngum við til hins 5. Það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs 473. fundur. Hér kynnu einhverjir að vona að yrði endir á einræðu forseta en svo er þó ekki vegna þess að fundargerðin er í 9 liðum en það er enginn þeirra tekin út í sérstakrar bókunar hér. En orðið er enga síður laust fundargerðin og efni hennar ef einhver óskar eftir því að taka til máls. Björn Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði til þess að koma hér upp undir lið 5.6 þar sem að erindi hefur borist frá Fljótsdalshreppi að taka upp einhvers konar samtal við Fljótsdalshérað og Djúpavogshrepp fyrirhugaðar virkjunarframkvæmdir í Geitdal. Ég fagna mjög þessu erindi því að ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að stíga varlega til jarðar þegar umfangsmiklar framkvæmdir er að ræða og þarna eru fyrirhugaðar. Við vitum að skoðanir eru skiptar á þessu og það er því að gera að við vöndum okkur og tökum öll skrefin í réttri röð og samtal við þessi sveitarfélög sem þetta snertir er að mínu viti bara mjög jákvætt og gott skref og ég vona svo sannarlega að við fáum þetta fundarbáð frá Fljótsdalshreppi fyrr en síðar. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er ennþá laust undir þessum 5. dagskrárlið. En ef ekki fleiri óska eftir að taka til máls að þá loka ég mælendaskrá. Og það sem fyrir segir þá er ekki gerðar hér tillögur til afgreiðslu en þó er vakin athygli á því að undir lið 5.6, 5.7 og 5.9 er bókað afgreiðsla bæjarráðs í staðfesta bæjarstjórn en ef ekki eru athugasemdir við það þá höfum við lokið yfirferð yfir hennar 5. dagskrárlið. Þá göngum við til 6. liðar af dagskrá sem er fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar og Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi sem kynnir fundargerð og drögabókun. Jú, forseti, ágætt að funda fólk og ég hef hér fengið það verkefni að mæla fyrir tillögum af fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar. Fundargerðin er í 19 liðum og af þessum 19 liðum að þá eru teknir út einir 10 og ég vil fara yfir þær tillögur. Undir lið 6.2, það er breyting á aðalskipulagi fyrir hluta Grundar og Efra-Jökuldal. Þar hefur verið til umfjöllunar í umhverfis- og framkvæmdanefnd tillaga á vinnslustigi að breyting á aðalskipulagi fyrir efri hluta Grundar á Efra-Jökuldal.
Þar eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að tillaga breytingu á aðalskipulagi á vinnslustigi verði kynnt almenningi og öðrum hagsmunaaðilum. Og ef mér skjátlast ekki mjög þá stendur svo kynning fyrir dyrum í samfélagsmiðju Fljótsdalshéraðs. Gott ef hún ekki jafnvel hugsuð bara á morgun ef að sveitarstjórn samþykkir. Undirlið 6.3, þar staða aðalskipulags Fljótsdalshéraðs 2008-2028 Eyjólfsstaðir, en fyrir liggur svar skipulagsstofnunar vegna óverulegra breytingar á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 Eyjólfsstaðaskógur. Undir þessum lið eftirfarandi tillaga lögð fram að fengnu áliti skipulagsstofnunar samþykki bæjarstjórn að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar að tillaga að fá málsmeðferð í samræmi við 2. málsgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. En þarna háttar þannig til að málið hafi verið lotið meðhöndlun sem minniháttarbreyting en skipulagsstofnun gerði athugasemd við það og hér verið að samþykkja að fara þá í ferli sem að tekur mið að því ekki því að ræða minniháttarbreytingu. Ég veigra mig við að segja meiriháttarbreytingu en það allavega talið öruggara að þetta fái frekari meðferð. Og undir lið 6.8 þar umsókn byggingarlóð en fyrir liggur umsókn lóðina Faxagerði 2. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn umsókn lóð nr. 2 en getur ekki orðið við óskum helming samliggjandi lóðar. Undir lið 6.9 þar umsókn stækkun lóðar Furuvöllur 1 og fyrir liggur umsókn stækkun lóðar af Furuvöllum 1. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn erindið. Liður 6.14 það landsskemmdir í tengslu við byggðalínu. Farið yfir erindi frá ferðafélagi Fljótsdalshéraðs vegna landsskemmda í tengslu við uppsetningu breytinga og viðhalds á byggðalínu á Fljótsdalsheiði. Eftirfarandi tillaga það lögð fram bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd, þakkar ábendingun og vísar málinu til náttúruverndarnefndar til frekari umfjöllunar. Kannski örstutt undir þessu máli, það nú svo sem þannig að ræða erindi frá ferðafélagi Fljótsdalshéraðs sem hafði áður sent erindið Landsnet en ekki fengið viðbrögð við því. Miðað við það sem ég hef lesið skil ég þetta nú svo, þó ekki svo að það sé beinlínis verið að bera Landsneti þá að brýna að standa fyrir landskemmdum þarna en að það sé klárt mál að þarna sé að verða landskemmdir á því svæði sem að Landsnet að vinna að. En aðrir aðilar svo sem geti átt að hluta máli og ég tel raunar bara allra gott að bæjarstjórinn vísi málinu til náttúruverndarnefndar. Þarna eins og segir vísbendingar vísbendingar um þá kannski skiptir mestu máli að meta stöðuna þar og hvort að ekki einhverjar leiðir til að bregðast við og bæta úr í samráði við þá aðila sem eiga þarna hluta máli. Og undir lið 6.15 þar umsókn framkvæmdaleyfi Borgarfjarðarvegur Vatnsskarð en fyrir liggur umsókn vegagerðarinnar leyfi fyrir framkvæmd við lagningu og endurbætur Borgarfjarðarvegar 9407 og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn útgáfu framkvæmdaleyfis í samræmi við 13. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Liður 6.16 það umsókn byggingarleyfi fyrir tengihúsi við Eyvindará en fyrir liggur umsókn byggingarleyfi fyrir tengihúsi á lóð við Eyvindará. En eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og tekur jákvætt í erindið en með vísan í grein 2.7 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 gerir bæjarstjórn kröfu gerð deiliskipulags. Þarna Landsnet að fara í framkvæmdir í tengslu við styrkingu dreifikerfis hér á svæðinu og framkvæmdir fyrirhuguð á athafnasvæðinu sem að þeir hafa þarna til umráða landi Eyvindarár. Liður 6.17 umsókn byggingarleyfi fyrir aðstöðuhúsi en fyrir liggur umsókn aðstöðuhús að Uppsölum 2 og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn erindið. Og liður 6.18 umsókn byggingarleyfi fyrir bílskúr og viðbyggingu við einbýlishús Mánatröð 14 en fyrir liggur niðurstaða grenndarkynningar vegna áforma byggingu á bílskúr við Mánatröð 14 erindið var grenndarkynnt þann 21. mars síðastliðinn og ekki bárust athugasemdir við grenndarkynninguna. Og eftirfarandi tillaga því lögð fram
Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn tillöguna í samræmi við 2. málsgrein 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Ekki eru fleiri tillögur lagðar fyrir fundinn og fundargerðin er lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið að fara yfir efni þessara fundargerðar og orðið er laust. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi gjör svo. Forseti, gott fundafólk. Ég vil aðeins koma hér upp undir 2 liðum, annars vegar 6.15 og síðan 6.1. Bara östutt undir lið 6.15, þar sem er óskað eftir framkvæmdaleyfi við gerð vegar eða lagfæringar á vegi og uppbyggingu vegar Vatnsskarð. Bara nota tækifærið og fagna því að þetta séu komið á þann stað að við sjáum þessar vegabætur til Borgarfjarðar eystri og vonum að þetta gangi vel fram og að vegurinn klárist alla leið því að hann er víða slæmur á þessari leið og mjög þörf framkvæmd og eins og ég sagði því vil ég fagna. Nú aðeins langar mig síðan undir 6.1. Fundur Fljótsdalsstöðvar og Fljótsdalshéraðs. Þarna veit maður í raun og veru ekkert hvað fór fram á þessum fundi. Ég get ekki séð neitt í bókunum nefndarinnar hvað var rætt við þessa ágætu menn, þetta fólk, þessa 2 menn sem komu frá Fljótsdalsstöð. Það vill nú þannig til að þetta er dálítið stór mál sem að ætti að ræðast hér inni að mínu viti og hefur lengi átt að gera og hefur verið gert en ég veit eiginlega ekki hvar það er statt. Þarna mætir framkvæmdastjóri stöðvarinnar, Sindri, fyrirgefðu, ég man ekki föðurnafnið, Óskarsson, já takk, og Árni Óðinsson. Ég hefði nú viljað að það yrðu rætt svolítið mál sem snerta þessa ágætu vatnsaflsstöð þarna og hvað það er að valda hér á héraði og hvernig menn taka á því. Það er gífurlegt landbrot á bökkum Lagarfljóts. Ég veit ekki, því miður, það er engin fulltrúi hér úr nefndinni, ég veit ekki hvort að það var rætt. Það er talað að það hafi verið rættir vísar og annað slíkt. Það er ágætt, en bakkarnir eru ekki varðir með þessu og ég hef áður farið í þetta. Og mér þykir það mjög erfitt að sitja undir þessu árum saman. Andvaraleysi okkar í þessum málum hér. Það er að skola burt friðlýstu eða sem er á náttúru minjaskrá held ég megi segja, kallaða friðlýstsvæði hér innan þéttbýlisins. Það eru hólmar hér við Lagarfljótsbrú, einn er horfinn og aðrir eru að hverfa. Á dögunum var Facebookarfærslur frá ábúanda á Skipalæk sem er nú rétt innan þéttbýlis Fljótsdalshéraðs líka, þar sem hann var að sýna myndir hvernig nesi þar fyrir neðan bæinn þetta er að hverfa. Það eru nokkur ár síðan það kom út skýrsla það að lífríki Lagarfljóts væri horfið. Ég veit ekki hvort að það var rætt á þessum fundi, hver viðbrögð Landsvirkjunar ætla að eiga að vera þarna. Ég geti lengi haldið áfram í þessu sambandi og ég hef aldrei sætt mig við það hvernig sveitafélagið alveg frá því
fyrir virkjun tók á þessum málum og ég ákast ekki segja það, en mér finnst stundum eins og ráðamenn þessa sveitafélags séu nánast eins og lyfjum þegar við verðum að tala um þetta. Við sjáum þetta ekki. Og ég sætti mig ekki við þetta að þetta haldi svona áfram. Ég vil fá upplýsingar um það hvað ætlar þetta ágæta fyrirtæki Landsvirkjun að gera í þessum málum. Eða eru einfallega komið bara með skýrslur og skýrslur ofan og slegið einhverju ríki í augu okkar með þetta. Það þarf að taka á þessu. Þetta er ekki viðunandi ástand og Landsvirkjun er alveg í stakk búin til þess að taka á þessum málum eða vill. En þrýstingurinn þarf að koma hérna heima frá. Og þess vegna ætla ég að bera hér upp tillögu og þið hafið það þá í ykkar hendi hvort þið viljið samþykkja hana. Og það er ekkert flóknar en það að hún er svo hljóðandi. Bæjarstjórn beinir því til náttúruverndar nefndar Fljótsdalshéraðs að kynna sér það rof sem orðið hefur á bökkum Lagarfljóts á síðustu árum. Jafnframt er nefndin hvött til að fylgja því eftir við Landsvirkjun að gripi verði til aðgerða svo stöðva megi þessa þróun. Þetta flyt ég í eigin nafni, en þetta er tillaga til bæjarstjórnar og ég vil bara láta á það reyna hver hugur bæjarstjórnar er í þessum máli og mér finnst það rétt eins og við erum að skoða hjólför og vorum að samþykkja hér áðan að vísa til náttúruverndarnefndar. Við vorum að samþykkja það að þau séu skoðuð og ég vil ekki gera lítið úr því, en við skulum halda áfram og við skulum líka skoða það sem er að gerast hérna við bæjardyrnar hjá okkur, innan þéttbýlismarka, náttúruperlur, alveg inn við okkur. Takk. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið er enn laust. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi Kjórsvoga. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, það er liður 6.1. Ég þakka nú Gunnar Jónssoni fyrir að vekja hér athygli á þessu málefni og ég verð náttúrulega að viðurkenna að við erum hér nýliðar og þekkjum ekki kannski alveg forsöguna eða hvað hér hefur verið rætt þetta og ég treysti á þau ykkar sem hér eru eldri en 2 vetra að þið þá upplýsi mig það. Hins vegar sé ég ekkert athugavert við það að samþykkja þessa tillögu bæjarfulltrúa Gunnars Jónssonar að vísa þessu til frekari skoðunar inn í náttúruverndarnefnd því að það er náttúrulega alveg borðleggjandi ef að hér er að verða einhvers konar landrof að þá og hverfa jafnvel hólmar eins og kom fram í máli bæjarfulltrúans að þá er auðvitað sjálfsagt að skoða það og skoða af hvaða ástæðum það er. Það væri kannski, það er greinilega augljóst í huga bæjarfulltrúa Gunnars Jónssonar að Landsvirkjun er ábyrg fyrir því, ég svo sem þekki það ekki, en mér finnst hins vegar ekkert athugavert við þann hluta tillögunnar sem fjallar að vísa þessu inn í náttúruverndarnefnd og til skoðunar því auðvitað eigum við að hafa því áhyggjur ef að hér er að verða landbrot á bökkum Lagarfljóts og jafnvel þannig að hólmar þar sem hefur verið jafnvel fuglalíf er að hverfa undir vatn. Þannig að ég get alveg verið sammála bæjarfulltrúanum með það. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu og Stefán Bogi Sveinsson og skrætti á orðið og svo orðið er enn lausu. Forseti, ágætt að funda fólk. Það er liður 6.1 og í tilefni að tillögu Gunnars Jónssonar bæjarfulltrúa og hans ræðu hér áðan. Kannski rétt að byrja á því að bera hans blak af þeim sem hér stendur og kannski bara bæði honum og bæjarfulltrúa Gunnar Jónssoni sem hefur nú verið svo sem í bæjarstjórn hér í allnokkur ár. Það er ekki svo að við höfum verið að mínu viti algjörlega sofandi gagnvart málefnum Lagarfljóts eða okkar samskiptum við Landsvirkjun.
og ég held að Landsvirkjun hefur verið staðið í framkvæmdum við Bakka Lagarfljóts meira og minna öll þau ár sem ég hef verið hér síðan 2010. En þar með ætla ég ekki að segja að það hefði ekki mátt vera meira eða annar staðar heldur en hefur verið. En það hefur þó verið þannig að sveitarfélagið hefur farið með erindi til Landsvirkjunar og lagt áherslu á ákveðna hluti og það hefur verið brugðist við því að einhverju leyti og ekki öllu. Ég vil bara nefna það hér bara til þess að mér finnst mikilvægt að geta sanngirni í því, bæði gagnvart þeim sem hafa verið að sinna þessum málum fyrir hönd sveitarfélagsins og að einhverju leyti gagnvart Landsvirkjun líka. Það varðar bæði það sem að sneri til dæmis að Ósi Lagarfljóts og sameiginlegum Ósi Lagarfljóts og Jöklu þegar var grafið út í gegnum Héraðssandinn, framkvæmdir sem hafa verið í Bakkavatni við Hól og Hólsjálegu og fleiri stöðum, og svo sem það var farið í framkvæmdir við þá hólma sem að Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi nefndi hér áðan, en þær skiluðu ekki þeim árangri sem við vonast var eftir. Og að því sögðu þá ætla ég samt að taka undir það er full ástæða til þess að halda þessum málum á lofti gagnvart Landsvirkjun, og þess vegna sé ég sjálfur sér ekkert athugavert við tillögu bæjarfulltrúans það að málinu verði vísað til náttúruverndarnefndar. Ég geri í rauninni ekki annað heldur en að fagna því sem formaður nefndarinnar og við fáum eitthvað að gera. En ég held einmitt að þarna sé kannski ákveðin flötur á málinu sem hefur ekki verið kannaður alveg til fulls. Það er að segja sá náttúruverndarhluti sem í þessu felst. Og það og ég held að með þessu að þá hafi Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi slegið að mörguleyti réttan tón með því að við þurfum að nálgast þetta út frá því sjónarmiði hvaða landgæðum erum við að tapa þarna, hvaða náttúrugæðum erum við að tapa þarna, og með því að draga það fram að þá höfum við bara ágætis veganesti til að ræða við Landsvirkjun að grípa til frekari aðgerða og þannig að ég fyrir mínu parta mun greiða þessari tillögu atkvæði mitt og hvet til þess að aðri bæjarfulltrúar geri það sömuleiðis. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og mælendaskrárinn opin. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi. Já, forseti, góðir fundarmenn. Já, bæjarfulltrúi Stefán Bogi, mér verður stundum heitt í hamsi þegar þessi mál eru rædd. Það nokkuð rétt og kannski tekið of sterkt upp í mig. Ég get ákveðið eitthvað étið það ofan í mig. Það hefur jú verið rætt, mér finnst bara eftir standa að allt og lítið sé gert og ég get bara ekki leyft mér, ef ég hef aðstöðu til þess að hafa einhver áhrif á það, að þegja hvernig þetta er. Ég hef náttúrulega margbúin að vekja athygli á þessu og það hefur svona fallið í misjafnan jarðveg. Hér á ónefndum bæjarfulltrúa hér sem að ekki við þetta borð lengur en hér á fyrra kjörtímabili leyfði sér að segja við mig að ég væri bara að slást fyrir eigin hagsmunum. Mér fannst þetta svolítið sárt en sló mig svolítið út af laginu að fylgja þessu eftir. Því að hólmarnir eru í sjálfu sér ekki hagsmunir mínir eða víðarnir þarna út frá. Þetta eru ekki hagsmunir sem slíkir þó manni þykir vænt þetta land og við státum af því að þetta sé fuglaparadís og annað, þannig að stór sér á og ég ekki að fara með rangt mál. Einn hólminn farinn, það hanga eftir einhverjar tæjur. Stefán Bogi bæjarfulltrúi kom inn á það að það hefði verið farið í að verja hólmana. Ákveðin framkvæmd, það rétt. Það var gert smá sýnishorn og ég vil ekki gera lítið úr því sem sneri hér að brúnni en því var aldrei haldið áfram. Þetta tókst fullkomlega. Það er nefnilega ekki rétt sem kom fram hjá bæjarfulltrúanum að þetta hefði ekki skilað árangri. Þetta skilaði árangri en þetta var bara svo lítill kafli að miklu lengri leið og því hefur ekki verið haldið áfram.
og þetta gengur svona út með öllu Lagarfljóti. Þetta er miklu víðar heldur en akkurat hér, þó ég hafi nefnt það sérstaklega að við erum með þetta hér við nefið okkur innan bæjarmarka. Þetta er miklu víðar. Og því miður er ekki formaður nefndarinnar. Jú, þetta gæti snert land sem er í eigu formanns nefndarinnar, skipulags- og mannvirkjanefndar sem hún allavega starfar á. Og það er mikið jarðrask og áföll á landi hér út Tunguna, svo nefnt sé. Og sama er hér út í Eyðþingá. Það er munurinn, eins og ég sagði nú, ég sproka nú stundum við Baldur Gretarsson bónda á Skipalæk, að sáu munurinn á okkur að klettarnir bjarga þér en ekki mér. Klettarnir eru það fellamegin, rís landi mjög bratt upp frá Lagarfljóti og það brýtur í klettana og svo fer það ekki lengra. Þetta er ekki það öflugt að mölvi niður klettana. Nesin, lágu nesin, það er sama hvort við erum að tala nesin hér út í Tungu í kringum, við getum nefnt bara hér út við Vífilsstaði og víðar og Egilsstaðanesið, að nokkru leyti upp í Vallanesi veit ég. Þetta eru þessi lágu nes sem liggja gjörsamlega berskjöldu fyrir þessu og þar er engin, bergkjarni sem stöðvar þetta. Og það kom einu sinni og það vantar ekki, þeir hafa oft komið og spjallað og skoðað þessi mál með okkur og sá stöðvarstjóri sem var hér áður. Þegar ég fekk hann einu sinni með mig hér út í Víði og hann var eiginlega alveg miður sín, sá ágæti maður, Georg, yfir því að horfa upp á þetta. En það er eitt að sjá þetta, hitt er svo að vilja gera eitthvað í raunverulega til þess að bæta úr þessu. Og ég svona til þess að hnykkja á þessu, þegar maður nú fann að sjá að þetta ágæta fyrirtæki, Landsvirkjun, sem á að vera gott fyrir okkur alla landsmenn, nú farið að selja græna vottorðið af orkunni úr landi. Þetta er græna orkan sem er framleidd með þessum afleiðingum meðal annars. En á sama tíma er álver hér niður Reyðarfirði sem er keyrt á raforku sem er framleitt með kolum og kjarnorku. Þannig er það í bókhaldinu eftir þessar æfingar. Nú er ég kannski aðeins komin út fyrir efnið, en mikill skollaleikur er þetta og sýndarmennska að menn geti selt af þessu græna stimpilinn og við setjum eftir Íslendingar með stóriðju sem er að framleiða ál í raun og veru sem má flokkast framleitt með kjarnorku og kolum. Ég vil nefna þetta hér því að umræðan, hún þyngist jafnt og þétt það að við eigum að standa í lappirnar Íslendingar í loftslagsmálum og svo leikum við að okkur að svona tvískinnungshætti með ríkisfyrirtæki okkar. Þá er manni stundum óboðið. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, lokið málinu sínu og orðið er laust. Dagur Skírnir Óðinsson, varabæjarfulltrúi, Gjörsson. Þá geti forseti og aðri góðir bæjarfulltrúar. Ég bara fagna því alltaf held ég þegar mál eru send til náttúruverndarnefndar og tel því alveg mjög vel geta stutt tillögu bæjarfulltrúa Gunnars Jónssonar sem snýr að Landsvirkjun og landbroti. Einnig langum að koma upp undir lið 6.15 því ég fagna alltaf öllum endurbótum sem snúa að veginum til Borgarfjarðar, okkar stórkostlegu og frábæru nágranna. Það er mjög vald. Dagur Skírnir Óðinsson, varabæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og orðið er laust. En ef það er ekki fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs, þá er mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Þá verður fyrst fyrir liður 6.1 þar sem að lögð hefur verið fram tillaga. Það er fyrir Gunnar Jónsson leggur fram tillögu og ég ætlum að fá að lesa hana aftur hér. Sjáum við hann ekki ykkur staðar og hann komið á góða stað.
Lesa tillöguna. Bæjarstjórn beinir því til náttúruverndarnefndar Fljótsdalshéraðs að kynna sér vel það rof sem orðið hefur á bökkum Lagarfljóts á síðustu árum. Jafnframt nefndin hvött til að fylgja því eftir við Landsvirkjun og gripa þeir til aðgerða svo stöðva megi þessa þróun. Tillagan er borin upp svo hljóðandi þeir sem samþykkja gefur merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 6.2, breytingu á aðalskipulagi fyrir hluta Grundar og Efra-Jökuldal. Þar er tillaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja gefur merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 6.3, það heitir staða aðalskipulags Fljótsdalshéraðs. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja gefur merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er það næst liður 6.8, umsókn byggingarlóð, það er Faxagerði 2. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja gefur merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 6.9, umsókn stækkun lóðar Furuvöllur 1. Tillagan er þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja gefur merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Það var 6.9, umsókn stækkun lóðar. Og liður þá næst 6.14. Það eru landskemmdir í tengslum við byggðalínu og tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja gefur merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 6.15, það er umsókn framkvæmdaleyfi Borgarfjarðarvegur Vatnsskarð. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja gefur merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 6.16, umsókn byggingarleyfi fyrir tengihúsi við Eyvindará. Þar er tillaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt áðan þeir sem samþykkja gefur merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 6.17, umsókn byggingarleyfi fyrir aðstöðuhúsi. Það er Uppsölum 2. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja gefur merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og 6.18, umsókn byggingarleyfi fyrir bílskúr og viðbyggingu við einbýlishús Mánatorg 14. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja gefur merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við erum þá lokið afgreiðslu þeirra tillagna sem hér voru lagðar fyrir. Það er aðeins vakin athygli á því að undir lið 6.10 er sömuleiðis afgreiðsla umhverfis- og framkvæmdanefndar bókuð staðfest og sömuleiðis við lið 6.7. 6.7 og 6.10 er afgreiðsla umhverfis- og framkvæmdanefndar staðfest, en ef ekki eru athugasemdir við það þá höfum við lokið við að fara yfir þennan 7. lið fundargerðarinnar. Og við göngum þá til hins 7. Það er fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs. Það er 277. fundur og til máls tekur Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, góðir fundarmenn, ég ætla að fara hérna yfir fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs nr. 277. Fundargerðin er 7 liðum og það er 1 tekin út, það er liður 7.5. Starfshópur aukin samstarf Fellaskóla, Egilsstaðaskóla og Brúarásskóla. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með fræðslunefnd og fer þess á leit við grunnskólastjórnendur að þeir skoði frekari möguleika á samstarfi skólana með það markmiði að nýta sem best aðstöðu í skólunum í þágu allra grunnskólanemenda í sveitarfélaginu. Kallar verði til þeir aðilar skólasamfélagsins sem málin kunna varða. Fræðslustjóra falið að leiða starf hópsins. Óskað er eftir að tillögur frá hópnum verði kynnta fyrir fræðslunefnd og bæjarstjórn fyrir lok haustarnar 2019. Svo ætla ég bara að vekja athygli á því eins og undir lið 77 að síðasti fundur fræðslunefndar var sem sagt lokið og verður næst í seinni hluta ágústmánaðar. Fundargerðin sem lögð fram til umræðu afgreiðslu. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, að þá loka ég mælendaskrá og ég ber upp þá tillögu sem hér var lesin og kynnt undir lið 7.5. Þeir sem að samþykja tillöguna vinsamlegast gefi merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða.
Það var ekki fleira sem sett var hér í tillögu form, en ég vek athygli á því að undir lið 7.1 og 7.2 er bókaða afgreiðsla fræðslunefndar sér staðfest, en ef ekki eru athugasemdir við það, þá höfum við lokið yfirferð yfir 7. lið og göngum til hins 8. Það er fundargerð atvinnu- og menningarnefndar, 89. fundur nefndarinnar, og það er Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn, kem hér út til að kynna fundargerð atvinnu- og menningar, fundur 89. Fundargerðin er í 5 liðum og 4 teknir út. Það er fyrst liður 8.1, aðstaða fyrir leikfélag Fljótsdalshéraðs. Eftirfarandi tillaga er talað fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykki bæjarstjórnar leikfélag Fljótsdalshéraðs verið styrkt krónur 650.000 vegna félags- og geymsluaðstöðu þar sem eftir er af árinu, sem tekin verði af lið 581. Starfsmanni atvinnu- og menningarnefndar falið að gera samning við leikfélagið þar sem kveðið verði meðal annars á verkefni á vegum þess. Mögulegu stuðningur við leikfélagið á næsta ári verði tekin upp við gerð fjárhagsáætlana fyrir 2020. Lagt til að metið verði hvort kortskálan við Sláturhúsið megi á komandi árum nota sem félags- og geymsluaðstöðu fyrir leikfélagið. Og því er liður 8.2, reglur listaverk í eigu sveitarfélagsins, valnefnd. Fyrir liggja reglur listaverk í eigu sveitarfélagsins sem staðfestar voru 7. mars 2019. En samkvæmt þeim ber atvinnu- og menningarnefnd að tilnefna 2 fulltrúa í valnefnd til 2 ára sem ásamt atvinnu- og menningar- og íþróttafulltrúa gerir tillögu til nefndarinnar kaup eða móttöku á listaverkum. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykkir bæjarstjórn að valnefndina skipi Skúli Björn Gunnarsson og Kristín Hlífqvist Skúladóttir ásamt atvinnu-, menningar- og íþróttafulltrúa. Það var að liður 8.4, landvarsla á Víknaslóðum á nágrenni. Fyrir liggja drög að samningi milli Fljótsdalshéraðs og ferðafélags Fljótsdalshéraðs landvörslu á Víknaslóðum í Stórurð og Stapavík sumarið 2019. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykki bæjarsamninginn og að styrkunni verði tekin af lið 13.05. Svo er að lokum liður 8.5, það er landvarsla á Víknaslóðum og nágrenni 2020. Fyrir liggur erindi frá ferðafélagi Fljótsdalshéraðs og ferðamálahópi Borgarfjarðar Eystra dagsett 7. júní 2019 með beiðni stuðning til að tryggja landvörslu á Víknaslóðum og Stórurð, Stapavík og Gönguskarði sumarið 2020. Og eftirfarandi tillaga lögð fram bæjar þú tekur undir með atvinnu- og menningarnefnd og vísar erindinu til gerðar fjárhagsáætlunar í haust fyrir árið 2020. Bæjarstjórn leggur til að náttúruverndarnefnd taki máli jafnframt til afgreiðslu. Og fleira er ekki tekið út og fundargerðin lögð fram til umræðu og staðfestingar. Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 8. lið. Er einhver Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi sem vil? Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði rétt að koma hér upp undir lið 8.3 viðurkenningu vegna menningarstarfs. Eins og ykkar er líklega flest öllum kunnugt þá fékk Torvald Gerdi þessi verðlaun hér 17. júní og mér langaði bara til að fagna þessari ákvörðun nefndarinnar. Ég held að Torvald verðskuldi virkilega að fá þessa viðurkenningu fyrir sitt mikla starf hér í tónlistarmálum á mjög fjölbreyttum og víðum vettvangi. Hann hefur verið vakinn og sofinn hér árabil og auðvitað hvalreki fyrir sveitarfélag á sínum tíma fá hann hingað til starfa. Hann vinnur núna ötulega því að safna fjármunum til þess að reynsa pípuorgelið eins og við þekkjum hér samþykkt styrkti þess og stendur aukin heldur fyrir sínum tónlistarstundum í kirkjunni í sumar og það er bara full ástæða til þess að hvetja fólk til að mæta á þær en ég er bara mjög glöð með þessa niðurstöðu atvinnu- og menningarnefndar og til Torvald Gerdi vel að þessu komin. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls?
Ef svo ekki, að þá loka ég málefndaskráni og við göngum þá til afgreiðslu tillagna. Það er fyrst undir lið 8.1 aðstaða fyrir leikfélag Fljótsdalshéraðs og tillagan er það borin upp eins og hann lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 8.2 reglur listaverk í eigu sveitafélagsins valnefnd. Þar er tillaga borin upp eins og hann lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 8.4 landvarsla á Víknaslóðum og nágrenni og tillagan er borin upp eins og hann lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 8.5 landvarsla á Víknaslóðum og nágrenni 2020 og það er tillaga sömuleiðis borin upp eins og hann lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið yfirferð þessa 8. liðar og göngum til hins 9. Það er samstarf sveitarfélaga á Austurlandi. En í samræmi við aðra málsgrein 119. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 tekur bæjarstjórn til síðari umræðu framlagðar tillögur samstarfsnefndar sameiningu sveitarfélaganna Borgarfjarðarhrepps, Fljótsdalshéraðs, Seyðisfjarðarkaupstaðar og Djúpavogshrepps. Og eftirfarandi tillaga hér lögð fram. Bæjarstjórn lýsir yfir stuðningi við tillögur samstarfsnefndar og hvetur jafnframt alla íbúa til að kynna sér þær og taka þátt í fyrirhugaðri atkvæðagreiðslu. Tillögurnar eru aðgengilegar á heimasíðu verkefnisins sem er svafusturland.is auk þess sem þær verða til kynningar og umfjöllunar í samfélagsmiðju Fljótsdalshéraðs að miðvangi 31. Þessi tillaga liggur fyrir en orðið er laust þeir sem vilja taka til máls gefi merki. Anna Alexandersdóttir bæjarstjórn, gjörðu svo vel. Forseti og góðu fundarmenn, ég ætla nú bara rétt að koma hér og taka og ítreka bara það sem stendur í þessari bókun, að hvetja alla íbúa til að kynna sér þessa skýrslu annars vegar eða á heimasíðu svafusturland.is eða mæta í samfélagsmiðjuna og að taka þátt í atkvæðagreiðslunni. Það bara er mjög mikilvægt að við íbúar tökum virkilega þátt í þessu og það verði góð mæting á kjörstað. Þannig að bara ítreka það. Þetta er mikilvægt verkefni og líka bara mæta þá íbúafundi sem verða boðaðir. Já, allavega eins og tímalínan er í dag í byrjun september. Veit ekki hvort að það veit ekki annað en það standi. Að menn líka þá mæti sér og komi og kynni sér hlutina og geti þá spurt spurninga og það er ennþá hægt að senda inn á heimasíðuna vangaveltur spurningar, þannig að þetta er bara það mikilvægt verkefni að það er bara mjög mikilvægt að íbúar taki virka þátt. Þannig að við all hér inni alltaf hvetjum fólkið í kringum okkur að kynna sér þetta og taka þátt og þá svona held ég að þetta rúli áfram. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er ennþá laust. Björg Björnsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, það er kannski full ástæða til þess að vekja sérstaklega athygli á samfélagsmiðjunni sem er þarna að miðvangi 31 sem að bæjarbúar þekkja nú flestir betur undir nafninu Blómabær. En þetta var opnað hér formlega 11. júní síðastliðinn, ég held ég að fari rétt með það. Og það er gefst þarna alveg kjöri tækifæri að leggja leið sína í þessa nýju samfélagsmiðju, kynna sér tillögurnar, eiga samtal, þarna verða alltaf einhverjir fulltrúar, bæði starfsmanna og kjörinna fulltrúa til skrafs og ráðagerða, þannig að það er að gera líka bara að taka húsnæðið út og fá upplýsingar það hvað ég að gera þarna. En svo tek ég náttúrulega bara hjartanlega undir það með bæjarfulltrúa Önnu Alexandersdóttur að það er ákaflega mikilvægt að bæjarbúar gefi sér eða íbúar sveitarfélagsins gefi sér tíma til þess að kynna sér þetta mál og fara ofan í sauman á það og ég tala nú ekki að taka svo afstöðu þegar það kemur.
Björk Björnsdóttir bæjarfulltrúi í loki máli sínu. Orðið er laust. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi Þórsarveg. Forseti og ágæta fundafólk. Það háttar þannig til auðvitað í þessum máli að ákvörðunarvaldi liggur ekki hjá okkur hér við þetta borð. Alveg frá upphafi hefur legið fyrir að ákvörðunarvaldi er fært út til íbúana og það mætti kannski segja að það sé bara eins og vera ber. Íbúarnir ráða. Þess þá heldur er ástæða til þess að hvetja íbúana einmitt til þess að nýta sér það vald sem að þeim er fært í hendur hér með þessum hætti að fá að taka ákvörðun framtíð sveitarfélagsins og svæðisins með því að taka þátt í þessari atkvæðagreiðslu og gera það að vel athuguðu máli og ég held að það megi segja það að samstarfsnefnd hefur með sinni vinnu tryggt það að það er vel hægt. Það eru upplýsingar sem að afla hefur verið eru aðgengilegar og allir hafa þá möguleika á því að kynna sér það og ef að spurningar vakna koma þeim spurningum á framfæri annarkvort í gegnum vefinn eða beint á kynningafundum sem fyrirhugaðir eru eða þá bara eins og framkom í máli Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa í samfélagsmiðjunni þar sem að reglulega verða til staðar bæjarfulltrúar og starfsmenn sveitarfélagsins, kannski ekki alltaf en reglulega. Þannig að það sé nú sagt. Þá kannski kemur að þeirri vangaveltu hvort að fyrst að valdinu er vísað áfram til íbúana sjálfra, hvort að bæjarstjórn eigi að taka einhver afstöðu til slíkra tillagna hér. Ég ætla að tala fyrir mig sjálfan sem bæjarfulltrúa. Ég lít svo á að það sé líka hluti af þeirri ábyrgð sem ég tókst á hendur með því að bjóða mig fram til setu í bæjarstjórn að gera nákvæmlega það sem ég lýsti á þann, að setja mig inn í málin og taka afstöðu til þeirra. Og þó að ákvörðunarvaldi sé ekki hjá okkur við þetta borð, þá sannarlega getum við staðið undir þeirri ábyrgð með því að segja þá okkar skoðun. Við erum kjörnir fulltrúar, við höfum haft forsendur sem aðrir hafa ekki kannski til að komast nær þessu verkefni, setja okkur inn í málin og að því sögðu og að þeim upplýsingum fengnum sem að við höfum sannarlega fengið og sérstaklega þau náttúrulega sem hafa komið beint að starfi samstarfsnefndar, að þá tek ég heils hugar undir það sem kemur hérna fram. Ég lýsi yfir stuðningi við þessar tillögur og samningu sveitarfélagana, en ég tel algjörlega sýnt fram á það að sveitarfélögin standa sterkari eftir saminu heldur en þau yrðu hvert í sínu lagi og að íbúar svæðisins munu allir njóta góðs af sterkara sveitarfélagi. Og mér finnst það mikilvægt að þessi skilaboð komi frá þeim sem að hér eru við þetta borð, að við sannarlega sjáum í þessu heilmikil tækifæri framundan. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið er enn laust. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi. Forseti, gott fundafólk. Ég vil nú byrja á því að bara taka undir þau orð sem að hafa fallið hér hjá þeim bæjarfulltrúum sem að hafa talað undir þessu lið hér á undan mér. Ég, eins og bæjarfulltrúi Stefán sagði hér áðan, mér hefur auðvitað gefist tækifæri til þess að fylgjast vel með þessu og allt það og greiði því þessari tillögu atkvæði mitt þar sem að ég lýsi yfir stuðningi við þetta en ítreka það rétt eins og aðrir hér að okkar er ekki valdið, ykkar íbúa er það. En það á heldur ekki að vera óskaplegur vandi fyrir íbúa hvern og einn að mynda sér skoðun á þessu. Það starf sem hefur verið unnið í samstarfsnefndinni er að mínu viti afskaplega vel unnið. Afskaplega, ég veit ekki hvað sterkari orð ég get sagt um það, mjög faglega og ekki nóg með það, heldur finnst mér þetta mjög skipulega og greinilega sett fram og það eiga allir að geta kynnt sér þetta og tekið síðan sjálfstæða afstöðu í málinu út frá því. En fyrir mér er þetta framfaraspor og það er búið að vinna þessu núna í 2 ár ákveðið
og það verður mjög spennandi og fróðlegt að sjá hvað kemur út úr þessari kosningu og vonandi ber það okkur fram á veg, gerur okkur öflugri hér austur frá til þess að standa vörð hagsmuni íbúin okkar, til þess að fjölga okkur og gera þetta enn betra samfélag. En af því ég fór nú svo sterkum orðum það að hvað þetta starf var vel unnið, vel sett fram, þá vil ég nú, ég held ég hafi ekki gert það við fyrri umræðu, þá vil ég nota tækifærið og þakka öllum sem að því komu, sérstaklega fyrir. Þetta var unnið af krafti. Það er óvægt að segja það, eigið þið öll sömul bestu þakkir fyrir gott starf og megi þetta bera ákveðin árangur fyrir okkur hér á svæðinu. Takk. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef að svo er ekki, þá loka ég mælendaskránni og ég ber þá upp þá tillögu sem að lesin var hér áðan. Þeir sem að samþykkja tillöguna gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið við þennan 9. lið og þá er eftir 10. liður á dagskrá umsókn um rekstrarleyfi til sölu gistingar í flokki 2 Kambur. En fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Austurlandi vegna umsóknar um rekstrarleyfi fyrir sölu gistingar í flokki 2 að Kambi, réttarkambi 7. Umsækjandi er Gestir og Gangandi EHF og forsvarsmaður er Guðný Vésteinsdóttir. Fyrir liggur jákvæð umsögn byggingafulltrúa fyrir alltaf 9 gesti en með ábendingu varðandi skipulagsmál. Ekki liggur fyrir umsögn frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Þar sem er að ræða skilgreint íbúðasvæði í þéttbýli samkvæmt skipulagi og með vísan til töluliðar 2b í öðrum hluta verklagsreglna Fljótsdalshéraðs vegna umsókna gistirekstur innan sveitarfélagsins áformar bæjarstjórn að veita neikvæða umsögn. Með vísan til sama ákvæðis frestar bæjarstjórn afgreiðslu umsagnar og er umsækjanda veittur viðeigandi frestur til að skila athugasemdum áður bæjarstjórn gefur endanlega umsögn. Þessi tillaga liggur fyrir og orðið er laust. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Ef að svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá og ég ber tillöguna upp. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Nú við höfum þá lokið við að fara yfir dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar sem er sá síðasti fyrir sumarleyfi bæjarstjórnar. Bæjarstjórn kemur á nýju saman, hvenær var hann nú aftur áformað? 22. ágúst. En samkvæmt fyrri ákvörðun bæjarstjórnar og þá fer bæjarráð með fullnaðar afgreiðslu heimild bæjarstjórnar meðan að bæjarstjórn er í sumarleyfi. 21. ágúst. Já. Að því sögðu þá vil ég þakka þeim sem hafa fylgst með útsendingu frá fundinum og við munum nú rjúfa hana en fund er ekki slitið fyrir við höfum lokið við að fara við fundagerð og undirrita hana.